Flatarmálsformin eru nokkur, það eru nokkur grunn flatarmálsform sem við erum að vinna með. Við erum með rétthyrning, við erum með samsíðung, þríhyrning, trapisu og ring. Þegar við ætlum að reikna flatarmál rétthyrnings, þá hef ég áhuga á þessari lengd hérna og þessari breidd. Flatarmáli er þá þessar tvær einingar margfaldaðar saman, lengd sinni breidd. Samsíðungur er svona eins og rétthyrningur, bara pínu skakkur. Þar hef ég áhuga á grunnlínunni sem er eiginlega jafn það sama og lengdin hér og ég hef áhuga á þessari hæð hérna sem er ígildi þessara breiddar. Þannig að flatarmál samsíðung er þessi grunnlína sinnum hæð. Formúlan er sem sagt mjög skyld þessari formúli fyrir rétthyrning. Ef ég tek síðan samsíðunginn og klippa hann í tvennt hérna þvert yfir milli hornanna hér og eyði helmingnum honum, þá stendur eftir þríhyrningur. Það þýðir að formúla þríhyrnings er eiginlega bara helmingurinn af samsíðung, eins og sést hér, grunnlína sinnum hæð til með 2. Og þegar ég reikna flatarmál þríhyrnings, þá hef ég áhuga á, eins og stendur í formúlunni, ég hef áhuga á grunnlínunni og ég hef áhuga á hæðinni. Trapisa er þannig að ég hef áhuga á þessari hlið hér, A, og ég hef áhuga á þessari hlið, B. Í rauninni er það þannig að ég finn meðaltal þessara tveggja hliða. Sem sagt, legg hliðarna saman og deili með 2 og margfalda síðan með þessari hæð sem ég hef áhuga líka á, þá er ég komið með flatarmálsformúluna fyrir trapisu. Hringur er þannig að ég hef áhuga á þessum radíus hérna. Radíus er vegalengdin frá miðjunu og út í hringferilinn. Þessi fjarlægð er jafn mikil hvar sem þú ferð út í hringferilinn frá miðju. Þannig að allar vegalengdir frá miðjunu út í hringferilinn eru jafn langar og heitir svo vegalengd radíus. Formúlan fyrir flatarmáli hrings er þessi radíus settur í annaveldið sinnum stærðin pí. Ummál allra þessara eininga er þannig að þá labba ég hringinn í kringum fyrirbærið. Sem sagt, ef ég væri hérna í rétthyrningnum þá myndi ég byrja einhvers staðar, til dæmis hér, og þá labba ég eina lengd, eina breidd, aðra lengd og aðra breidd, samtals 2 lengdir og 2 breiddir. Í samsíðungnum þá myndi ég labba þessa grunnlínu, þessa skálinu hér, línuna tilbaka sem er jafnlöng grunnlínunni og þessa skálinu einnig og þá er ég komin heim. Það skiptir ekki máli hvar ég byrja, það er bara að ég labba hringinn í kringu fyrirbærið. Í þessum þríhyrning þá myndi ég labba þessa grunnlínu, þessa línu hér upp og heim aftur. Trapisan það sama, ég myndi byrja einhvers staðar, labba niður til dæmis hér, taka B-línuna, svo línuna upp og A-línuna heim tilbaka. Ummál hrings er sem sagt vegalengdin sem ég myndi labba hérna hringinn í kringum fyrirbærið og þar hef ég líka áhuga á radíusnum. Ummál hrings er 2 radíusar, oft kallað bara þvermál, þar segja frá öðrum enda hringferilsins yfir í hinn enda hringferilsins, þvermál sinnum pí, öðrum orðum 2 radíusar sinnum pí.